Hvernig snýr maður þessu tölu við hérna? Já, komið sæl hlustendur, við erum hérna með ykkur Bleikar TV. Hérna að fara að hefjast leikur Breiðabliks og Stjörnunnar. Enginn kominn inn, hann, ég ætla bara aðeins að fylla í þessu hérna. Það tjekka á YouTube. Það heyrist ekki. Það komið inn bara ykkur. Ekki bara snúa þessu svona. Ok. Herru, byrjunarlið liðanna í dag eru þannig, skal ég ykkur segja, í hvað er þetta, 7. umferðin. Lið gestanna er þannig skipað, til að kveikja á netinu hérna, er þannig skipað að í markinu er Haraldur Björnsson og aðrir leikmenn eru Brynjar Gauti Guðjónsson, Guðjón Baldvinsson, Baldur Sigurðsson, Daniel Laxdal, Hilmar Árni Halldórsson, Þorsteinn Már Ragnarsson, Heiðar Ægisson, Þórarinn Ingi Valdimarsson, Guðmundur Steinn Hafsteinsson og Alex Þór Hauksson. Varamenn Stjörnunnar í dag, Terence William Dietrich, Óttar Bjarni, Þorri Geir, Hörður Árna, Ævar Ingi, Sölvi Snær og Eyjólfur Héðinsson. Og lið Blika í dag, það er býsna breytt. Engin eiginlegur framherji í liðinu. Arnór Gauti þurfti að draga sig út úr hópnum á síðustu stundu. Tognaði hérna eitthvað, bara hætti á leiðinu á völlinn nánast. En við stillum upp 3-5-2, kerfinu sem við spiluðum á móti KR. Og vonandi að það gangi að vel og þá í markinu Gunnleifur Gunnleifsson. Aðri leikmenn Kolbeinn Þórðarsson, Damir Múmínovits, Elvar Freyr, Arþór Ari, Ólafur Sigurjóns, Gísli Eyjóls, Davíð Kristján Aron Bjarnason, hann tekur sér stöðu fremst á vellinum, Viktor Örn Margeirsson og Andri Rafn Jómann. Og já, hérna er eitthvað vitleysa að Arnór Gauti settir í byrjunarliðið hér, en það er ekki svo á fótbolta.net. En þetta var allt saman eftir að koma í ljós. Breiðablik og Stjarnan, að sjálfsögðu erum við ekki bara erkifjendur. Vignir Benediktsson situr hérna hjá mér, hann er ekki að lýsa, hann er að lýsa öðru. En það verður hrikari stemning hérna í stúkunni. Copacabana, þeir eru mættir af fullum krafti, já, svona, næstu í fullum krafti. Og Stjörnumenn, Silfurskeiðin, þeir eru mættir líka. Þannig að það verður sungið hér á víxl. Vonandi ekki níðsöngvar, stuðnings- og peppsöngvar, vinsælastu velþegnir. En ég fer eftir það hér áðan að það væru útsendarar frá einhverjum 4 eða 5 liðum. Það eru útsendarar frá Norrköping, Djurgården, Southampton og fleiri liðum. Og það er spurning hvort það sé verið að fylgjast með 2 mönnum sérstaklega, einum í hvoru liði fyrir sig. Það er að segja Hilmar Árna í Stjörnunni og Gísla Eyjóls í Breiðablik. Þykir það líklegt, en það kemur til ljós líka. Vonandi ekki fyrir í lok september fyrir Blika. En það eru 2 leikir þegar búnir í dag í þessari umferð. Fyrir norðan unnu KA-menn sterkan sigur á Víkingi í Reykjavík 4-1 og í Vestmannaeyjum á sjómannadaginn tóku Eyjamenn á móti Káringum og gerðist lítið fyrir og skelltu þeim svarthvítu 2-0 með mörkum á 10. og 13. mínútu eitthvað svoleiðis. Gengur bara frá Káringum á fyrstu mínúturum Eyjamennir. Þannig að enn þéttist pakkinn þar, því að Eyjamenn eru komnir ágætis rönn, ef við getum sagt svo, og KA-menn að koma sér upp í 8 stig held ég. Og á sama tíma eru KA-ringar með 9 stig og Víkingar reyndar í ekkert alltaf góðum málum með 6 stig, en þetta er leikurinn sem við ætlum að ræða í kvöld. Pepsi kall hann í mætur, Breiðablik með 11 stig og Stjörnumenn minna. En leikmenn eru það vilja fara í lappinn á völlinn og þeir eru reynilega bara að bíða eftir flauti dómarans ekki. Mikið undir, við töpuðum báðum leikjunum gegn Stjörnunni í fyrra. Það er bara í fyrsta skipti held ég sögunni sem það hefur gerst að við töpum báða leikjunum fyrir Stjörnunni.
vinnum yfirleitt Stjörnuna hérna á Kópavogsvelli. En já, við ætlum okkur sigur í dag, ætlum okkur að halda toppsætinu, það alveg ljóst. Og spiluðum fanta góðan bolta á móti Káringum á dögunum í bikarnum. Hefði verið helviti gott að hafa þann leik í deildinni reyndar því að 3 dýrmætt stig þar, en það svo sem gott að vera komin áfram í bikar líka. Og eins og flestarnir vita þá drógust við gegn Valsmönnum á Hlíðarenda í 8. úrslitunum. Gæti möguleiki að fengi erfiðari leik hreinlega, en við höfum bara harma hérna það því að við töpuðum náttúrulega fyrir þeim á dögunum líka. Ósanngjarnt að mínu viti. En það allt að vera allir reiðir. Vilhjálmur Alvar sér flautuverkið í dag. Og vonandi að hann standi sér stikkinu sem á leikmenninir. Ég allavega að titra af spenningi fyrir þessu leik, ég get alveg lofa ykkur því, sagt ykkur það. Jonathan Hendricks, hann fekk að fara heim til Belgíu. Sökum þess að hann lenti í þessu miður skemmtilega máli atviki gegn KR þar sem hann hneig niður og átti við ykkur öndunarerfiðleika að stríða, en blessunarlega var það ekki mjög alvarlegt og hann kemur aftur til landsins á miðvikudaginn og verður líklega með Blikum á laugardaginn kemur þegar við förum í heimsókn til Grindvíkinga. En hér labba leikmenn liðana inn á völlinn. Gunnleifur Vignir Gunnleifsson leiðir son sinn, Gunnleif Gunnleifsson líka inn á völlinn. Það ekkert að